Nú ætlum við aðeins að skoða hvað jafngild brot eru. Jafngild brot eru í raun bara jafnstór brot. Það er að segja, við getum tekið sama brotið og skrifað það á mismunandi hátt. Skulum taka hérna pitsu og ef ég er með til dæmis 1/4 af pitsunni, sem sagt ég er með þennan part hér, þá get ég skráð þetta sem 1/4. En ef ég skipti pitsunni upp í tvöfalt fleiri parta, ég er áfram með þennan part hér, en nú er ég með 2 af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Það átti að vera 1/4 hérna hjá mér áðan. 1/4 og 2/8 er sama brotið. Ég er bara búin að skipta upp í fleiri parta og er þá með fleiri svoleiðis parta. Get ég gert meira? Já, get ég skipt þessu aftur í tvennt. Það maður nú fara að vanda sig svolítið. Það var hér og svo hér. Þetta er ekki alveg stórkostlega vel teiknað hjá mér, en þetta komið nú alveg fram hvað ég er að tala um. Þá er ég allt í einu komið með 16 parta, því ég tók alla og skiptið þeim í tvennt. En þá er ég líka með 4 svoleiðis. Sjáu þið, 1, 2, 3, 4. Og ég get haldið endalaust svona áfram. Þannig ég get skrifað sama brotið upp sem margar mismunandi tölur. Og skiptir í raun engu máli hvernig ég geri það. Og ég þarf ekki alltaf að tvöfalda. 3/12 er líka ef ég skipti þessu upp í þrennt. Sem sagt þessu hér. Að þá er ég með 3 hérna og svo eru 3 hér og 3 hér og 3 hér. Þannig að 3/12 er líka 1/4. Og það eru miklu fleiri möguleikar. Og misjandi eftir tölum hvað möguleikarnir eru í raun margir. Hérna hefur við athuga hvort að brotin séu jafn stór eða ekki og hvort sé þá stærra. Þá þurfum við að velta því fyrir okkur hérna fyrst til dæmis 9/5 og 9/7. Hérna er sem sagt búið að skipta annars vegar upp í 5 parta og hins vegar 7 parta og svo erum við 9 parta báðu. Þá þarf ég bara eiginlega að velta fyrir mér hvor er stærri, 1/5 eða 1/7. Og 1/5 er stærri vegna þess að þá er búið að skipta einhver í 5 parta, en því sama var síðan skipt upp í 7 parta. Þá hlýtur hver partur að vera minni hér. Þess vegna er að því að jafn mikið hérna. 3,5 og 7/3. Þarna borgar sig að skrá þetta sem óeiginlegt brot. Þið munið, gerðu við sinnum og svo pluss. Þetta verða 7/3. Þetta er jafn stórt. 4 og 1/3. Við skulum gera þetta óeiginlegu broti. Hérna fáum við 13/3. Nú, þetta er líka jafn stórt. Síðan fáum við hérna að þetta 9 er tvöfalt minni heldur en 18. Ef við að prófa að stækka þetta, þetta heitir að lengja, þá fáum við 10/18 og þá sjáum við að þetta er örlítið minna heldur en 11/18, af því að 10 er einu minna heldur en 18. Báðum tilfellum skipt upp í 18 parta og fyrst við erum með færri svoleiðis parta þá er talan væntanlega minni.